Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þá ætlum við að ræða neytendamál og mál sem að tengi svo sem öðrum hópum en neytendum. Þið munið brúnækjamálið fyrir mörgum árum. Það átti sér marga eftirmála eftir að Ríkisútvarpið skúpaði þeirri stóru sögu og í gær varð svona áfangi, Hæstiréttur úrskurðaði að við teljum almenningi, neytendum í hag, en búin að vera mikil rimma og tveir góðir gestir komnir hér að rauðaborðinu til þess að fara yfir þetta mál, hvað þetta þýðir fyrir til dæmis neytendur og blaðamennskuna og fleiri hópa. Tryggvi Aðalbjörnsson, þú ert höfundur brúnækjamálsins, getum við sagt. Þú ert maðurinn sem að fluttu okkur þessa frétt á sínum tíma, var það ekki 2016? 2016, jú. Þetta var náttúrulega samstarf margra, við Þóra Arnórsdóttir skrifum þetta saman og hún ritstýrði þessu, eða hún, vann þetta með mér og ritstýrði og svo Ingi R. Ingarsson og Guðmundur Bergqvist framleiðendur með okkur í þessu. Við, þetta var hérna svona maí-júní 2016 sem að ég fekk hana gögn frá Matvælastofnun sem að bentu til þess að þetta fyrirtæki sem að hét Brúnegg og auglýsti sig sem vistvænan framleiðanda á þeim forsendum að það væri farið sérstaklega vel með, gætt sérstaklega velferð hænsnanna. Hænurnar fengju ást og umhyggju, þetta kom fram að heimasíðu fyrirtækisins. Þetta var svona tónninn sem var sleginn, en þarna fengum við gögn sem að komi svona bentu til þess að það væri verið að blekkja neytendur í rauninni vegna þess að markaðssetningin væri ekki alveg í samræmi við raunveruleikann. Nei. Og Breki Karlsson situr einnig við þetta borð. Ég ætla að fá aðeins vinkil frá þér á þetta á eftir, Breki. En Tryggvi, það urðu rosa hörð viðbrögð af hálfu fyrirtækisins. Komuðu strax? Eiginlega ekki, sko. Hörðu viðbröðin komu kannski fyrst og fremst frá almenningi til að byrja með. Það er að segja viðbröð við þeim upplýsingum sem að koma fram í umfjölluninni. Og jú, auðvitað komu einhver viðbröð frá eigendum brúnækja, en það er svo ekki fyrir en að verða 4 árum eftir við fluttum umfjölluna sem að óvænt kemur bara kröfubréf. Og ég satt bara heima að vinna í COVID þegar allt í einu kemur bara e-mail og þá er bara kröfubréf skaðabætur vegna þessar umfjöllunar. Mál sem þú hélst að væri bara löngu dautt. Þetta kom alltaf óvart. Og síðan upphófst í framhaldinu mikil málshöfðun eða sem sagt miklar deilur fyrir dómi þetta, bæði fyrir héraðsdómi og landsrétti og svo núna Hæstarétti og bæði gegn okkur og Matvælastofnun. Þeir sem sagt sökuðu Matvælastofnun að hafa afhent okkur gögn málsins ólöglega, eða sem sagt hefðu ekki haft heimild til að gera það. Og sökuðu okkur að hafa verið ósanngjörn og sett hlutina fram á villandi hátt. Og umfjöllun okkar hefði verið röng. Og hefði valdið þeim óbætanlegum skaða? Já, skaða sem að við áttum að borga fyrir að þeirra mati, sko. En Hæstiréttur kveður endanlega úr það. RÚV var sýknað á öllum dómstigum, en Hæstiréttur kveður úr það með mjög afgerandi hætti að við höfum uppfyllt skyldur okkar og að Matvælastofnun hafi mátt afhenda okkur þessi gögn sem eru þetta rosalega mikilvægt fyrir almenning, sko. Þarna er verið að kveða á það að almenningur megi í rauninni fá að sjá mikilvæg gögn sem eiga erindi til almennings þó að það geti, eins og í þessu tilfelli, valdið einkafyrirtæki tjóni. Þá eru almanna hagsmunir teknir þarna framyfir. Já, og af því að þetta fer alla leið upp í Hæstarétt með þessum hætti, vantaði þá fordæmi til þess að fá svör við þessum spurningum? Ég ætla nú kannski ekki úttala mig alla dómusögu Hæstaréttar, en það er ekki oft sem að Hæstiréttur kveður á til dæmis rétt blaðamanna til upplýsinga, upplýsingalögunum. Einmitt. Hæstiréttur hefði getað vísað þessu máli frá nema af því að honum fannst þurfa að svara ákveðnum stórum spurningum. Þarna var spurningum
að þetta geti verið fordæmisgefandi til dæmis. Já, sko er þetta þá þannig mál að við blaðamenn við munum eiga auðveldara með að vinna okkar vinnu eftirleiðis, það alveg klárt? Það ætti að vera Já. Við sem erum að vinna dagsdaglega við að óska eftir upplýsingum frá stjórnvöldum. Blaðamenn eru hér á hverjum degi á mörgum miðlum að senda fyrirspurnir á ráðuneyti, á opinberar stofnanir, svo framvegis. Gætirðu sent mér þetta bréf, þetta skjal, þessa skýrslu, hvað er? Það eru einhverju upplýsingar sem að blaðamenn telja að eigi erindi við almenning. Stjórnvöld eru oft mjög treg að veita þessar upplýsingar og það er mjög algengt að blaðamenn fái nei og þurfi að leita til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem getur tekið langan tíma. Oft fæst ákvörðunum snúið við þar, stundum ekki, eins og gengur. Stundum er dýnamíkin farin úr málinu líka. Það getur líka gert. Þeim tekst að drepa þau einhvern veginn bara með töfunum einum. Sko. Það getur gerst að upplýsingarnar séu ekki jafn mikils virði fyrir fjölmiðla og fyrir almenning mörgum mánuðum kannski eftir að fyrst var óskað eftir þeim. En þannig vonandi í þessum dómi með þessum dómi komið fordæmi sem að svona hjálpar til við að skýra þessi lög betur fyrir stjórnvöldum þegar þau eru að taka ákvörðun hvort að eiga að afhenda einhverjar upplýsingar. Já, og sko svo það sé alveg kristaltært starfsfólk stofnana eins og MAST það hefur svigrúm til þess að tjá sig. Við vitum það núna. Svo er það annað hitt sem er mjög mikilvægt að eigendur brúneggja, þeir vildu halda þeir fram að með því að koma í viðtöl, forstjóri Matvælastofnunar og yfirdýralæknir og fjalla það sem kom fram í gögnunum og svona leggja út frá því og setja þeir samhengi og útskýra og fjalla aðgerðir Matvælastofnunar sem er eftirlitsstofnunin þarna með þessu fyrirtæki gegn fyrirtækinu. Þeir vildu halda þeir fram að það hefði verið lögbrot. Þau hefði ekki mátt fjalla þetta í þættinum sem hefði bundið hendur opinberra starfsmanna aldur og ævi. Sko. Mjög, og Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að Matvælastofnun hefði brotið þarna lög. Og það var mjög mikilvægt að Hæstiréttur skyldi snúa því við. Því að hefði verið bara hræðilegt fyrir fjölmiðla og almenning ef að stjórnsýslan og opinberir starfsmenn hefði verið, mann líka að segja múlbundnir sko, til þess að og maður getur ímyndið sér hvað áhrif það hefði getað haft bæði á sem sagt það að sko hvenar menn afhenda gögn og líka bara hvenar menn eru tilbúin að koma í viðtal til þess að fjalla hin og þessi mál. Heldur betur. Og bara ágætt að svona minna á það að fjölmiðlar eru náttúrulega ekki síst Ríkisútvarpið, þetta tæki sem almenningur hefur. Fjölmiðlar eiga sinna almannahagsmunum fyrir hönd almennings. Það er ekki alltaf sem að þetta kemst í gegn hjá fólki. Það er stundum eins og þetta sé þitt persónulega agenda, þú hafi farið í þetta brúneggjamáli eða mitt persónulega agenda þegar ég fyrir og sérstaklega við sem eru að vinna fyrir Ríkisútvarpið sem er beinlínis almannaþjónustumiðill. Við erum bara, og þetta ánáttúrulega við fjölmiðla í náttúrulega alla fjölmiðla í miklu fjölmiðla í miklu breiðari skilningi heldur en bara almannaþjónustumiðla, en þetta er alveg sérstaklega skilgreint hlutverk okkar sem erum að vinna fyrir Ríkisútvarpið. Við erum að vinna fyrir almenning. Breki, er þetta þýðingamikið og stórt mál? Já, sko eins og ég líti á þetta, þá snýr þetta tvennu. Annars vegar það að ein grunnkrafa neytenda, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, grundvallar réttindi eru rétturinn til upplýsingar. Og að fá réttar upplýsingar og þarna var að vera að blekkja og stóð ekki það sem var auglýst, þannig að það er mjög mikilvægt. Og svo er það hitt sko náttúrulega að eftirlitsstofnanir sem eiga að gæta og eru að gæta neytenda réttar að stjórnendur og starfsfólk þar hafi réttin til að tjá sig brotalamir
í þeim fyrirtækjum sem þau hafa eftirlit með og það bara að okkar mati mjög eðlilegt. En svona kærur eins og þetta og svona dómsmál eru náttúrulega oft á tíðum og neytendasamtökin hafa orðið fyrir barðinu á því líka svona kælingaraðferð, svona reyna að fæla fólk frá því að ganga við fengum svona dómsmál á okkur þegar við vorum í smálánabaráttunni þegar þá voru smálánafyrirtæki út í heimi sem kærðu mig og neytendasamtökin fyrir meiðyrði og við þurftum að eyða bæði tíma og peningi í það og meðan fór sá tíma og peningur ekki í baráttuna gegn smálánum, heldur baráttuna gegn þessum ásökunum sem síðan var snúið náttúrulega fyrir Landsrétti þannig að þetta er svipuð og þekkt taktík út allan heim að reyna að fæla fólk frá og mér finnst svolítið umræðan svolítið í þjóðfélaginu núna líka svona varðandi nýleg fréttamál á þann veg að það er ekki fólk að sækjast í fréttastörfi út af laununum og núna er náttúrulega liggur fréttafólk undir ámæli fyrir að vera meinfísið og eins og þú sagði sko að ekki að gæta almannahagsmuna heldur einhverja sérhagsmuna þannig að ég svolítið áhyggjur af þessu að við þurfum að einhvern veginn að lyfta okkur upp úr þessu hjólförum skotgrafana sem við voruð að komast. Blaðamennskan er dularfullt jobb, sá blaðamaður sem á enga vini, hann er mögulega besti og mikilvægasti blaðamaður samtímans, en við getum spurt hvernig manni sem á enga vini líður. En Tryggvi, át þetta upp alveg gríðalegt magna þínum vinnutíma, þetta mál? Já, það gerði það. Þú skrifaðir ekki fréttir á meðan? Ég var ekki að skrifa fréttir meðan ég var að vinna í þessu einmitt og umfang þessa dómsmáls var gríðalegt vegna þess að bara skjölin sem við byggðum okkar umfjöllun á frá Matvælastofnun voru hátt í 1000 blaðsíður. Það var uppistöðu til eftirlitsskýrslur það sem farið bara skýrslu sem eru skrifað bara eftirlitsmönnum Matvælastofnunar sem fara á búin og það bara farið yfir þetta atriði, þetta í lagi, nei, já, nei, þú veist, þetta allt saman og þetta er að rekja sig í gegnum þetta og reyna að gera þetta aðgengilegt og skiljanlegt fyrir dómstólana og koma okkar mála tilbúnaði á framfæri á skýran hátt í svona flóknu og miklu máli. Það tekur bara gríðarlegan tíma á 3 dómstigum, þannig að þetta er svona búið að vera og það eru kannski þessi kælingaráhrif sama hvað menn ætla sér sem að höfða eitthvað einstakt dómsmál, það hefur þetta samt sem áður kælandi áhrif á þennan hátt, bæði það að maður er ekki að vinna fréttir meðan maður er að vinna í þessu og líka bara svona almennt fyrir bara blaðamenn á Íslandi að þá að vitandi af því við erum í svona samfélagi þar sem maður getur lent í þessu. Það er ekki allavega hvetjandi fyrir blaðamenn til þess að fara í stóru og flókin mál. Nei, ég verð samt að segja það bara inn í þetta. Það er svona forvitnilegt Ég hef unnið á svokölluðum einsmanns fjölmiðlum Akureyri Vikublað. Ég var í stundaði rannsóknarblaðamenn grjótharða og eðlilega þá kom það fyrir að það voru málshöfðanir og það voru til lögmenn sem pro bono höfðu samband við mig með almannahagsmuni í huga og voru til í að hjálpa mér að bregðast við stórfyrirtækjum sem voru að reyna að kæfa raddir blaðsins. Þannig að alltaf þegar svona mál kemur upp þá leynist alltaf einhver svona fegurð ekki satt. Já, ég meina þú sér það líka Ríkisútvarpið getur ráðið við allan lögfræðikostnaðinn í kringum þetta. Það er ekkit sjálfgefið að hvaða fjölmiðl sem er. Nei, alls ekki. Geti það. Nei. Hvað þá almannaheillafélög eins og Neytendasamtökin það sem er hort í hverja einustu krónu og henni velt fyrir sér áður en við eðumenni. Reyndar í þessu máli þá var Ríkisútvarpinu og Matvælastofnun dæmdur málskostnaður sem að hefur kannski ekki verið sjálfgefið þegar einmitt opinberir aðilar
sem sagt, af hálfu ríkisins hafa verið í dómsmálum að þeir voru dæmdir sem sagt, þeir sem sóttu máli til þess að greiða Matvælastofnun 3 milljónir og Ríkisútvarpinu 5 milljónir króna í málskostnað. Akkurat. Heyrðu, takk fyrir að taka þennan slag og til hamingju með að hann hafi unnist. Við getum öll fagnað því. Breki, ég ætla að skilja við þig á þeim nótum að nú eru þær fréttir að verðbólga hefur ekki verið lægri í 4 ár. En vextirnir eru á sínum stað og misræmið meira heldur en stundum áður eða hvað? Já, ég var nú bara að taka það saman í morgun að ganni mínu að því þú vilt enda svona á léttunótum. Já, þessum léttunótum. Að náttúrulega stýrivextir eru 7,75 og verðbólga komið niður fyrir 4%. Þá eru við samt sem áður með næst hæstu raunstýrivexti, það að stýrivexti að teknu tilliti til verðbólgu í Evrópu. Þeir voru 3. hæstu síðast við komumst núna upp fyrir Belarus og nú erum við einungis hærri raunstýrivextir í Rússlandi. Og við erum það sem eru tæplega 10% raunstýrivextir, við erum með 3,8% raunstýrivexti sem náttúrulega algjörlega galið og leggst bara á herðar hinn skuldandi almúga. Raunstýrivextir áttu skilgreiningu á þessu munurinn á... Þetta rauninni svona í mjög einfaldri mynd þá er þetta munurinn á verðbólgu og stýrivextum. Já. Og þetta raunin að veru stýrivextir umfram verðbólgu. Og í Evrópu þá er þetta í kringum 0%. Þá eru stýrivextir svona svipaðu róli og verðbólga. En hérna er munurinn tæp 4%. Hvað þýðir hvert prósentustig þessu fyrir skuldu heimili landsmanna? Ja, við bara tökum heimilisskuld, íbúðaskuldir, íbúðalánaskuldir. Þá er stappinn þar það bil 2700 milljarðar. Þannig hvert einasta prósentustig eru 27 milljarðar. Þannig að við erum að tala um tæplega 100 milljarðar sem við erum að borga umfram það ef við varum með raunstýrivexti á við í Evrópu. Þannig að auðvitað fögnuðum við í gífurlega í hvert sinn sem Seðlabankinn lækkar stýrivexti en eins og ég hef sagt áður á þessum vettvangi þá litlu verður okkur fegin og það er ennþá langt í það að við náum þeim stýrivextum eins og gengur að gerist í Evrópu. Já, bara milli 3 og 4%. Já, rétt rúmlega verðbólga. Bara stýrivexti séu á pari við verðbólgu. Það er það sem við erum að sjá á Evrusvæðinu. Já, þetta er sturlað. Þetta er magnað. Já. En herramenn, báðir, kæra þakkir fyrir að koma hér og Breki, þetta fyrir að verða vikulegt date sem við eigum að koma aðeins inn á nefndamál og kæra þakkir fyrir að koma hérna á rauðaborðinu hvað eftir annað og Tryggvi Aðalbjörnsson, kæra þakkir fyrir þitt framlag. Takk. Og við höldum áfram með rauðaborðið, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt, þetta er rétt að byrja. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.